Komið sæl og verið velkomin í podcast þátt kopp.is. Þetta tekið upp í kjölfarið á jafnteflisleik á móti United þar sem við mistum niður góða forystu rétt undir lokin. Frekar pirrandi hátt og við kryfjum þennan leik ekki nokkuð vel hérna í dag, en kannski byrjum við að kynna þá sem er mér á línunni. Maggi, þú ert mættur í Breiðholtinu. Já. Stolt Breiðholtins, sem maður segir. Algjörlega. Ég þá eða? Já, svolítið. Þakkaði fyrir það, já. Tek undir það líka. Steini, þú ert eina stolt grafarvóksins. Jú, ég er hér. Og Kristján Atli, þú ert mættur í Hafnarfirði. Já, þakkaði fyrir. Það er ekki stoltur af því. Skotas, já. Herðu, Kristján, byrjum aðeins áður við förum í United-leikin og kannski þennan Southampton-leik sem við kannski einbyttum okkur minna að þessum þætti, þá fyrir utan margt í þessum mannsleik þá var nú eiginlega fátt sem pirraði mig meira heldur en málefni Joel Matip sem hefur ekki spilað síðustu 35 leiki fyrir Kamerún. Getur þú útskýrt fyrir mér og hlustendum bara hvað í andskotanum er í gangi? Nei, ég get ekkert útskýrt það, ég veit. Þetta er ótrúlega. Er þetta ekki bara það Liverpool-legasta í sögu Liverpool? Það er bara við gætum lent í svona vesen. Þetta hefur maður aldrei heyrt þessar deilur. Ég var að reyna að rifja þetta upp eftir helgina. Það er einhverju leyti önnur lið í þessu líka, sko, Nortja og Ajax. Já, ég veit það núna, sko. Já, en það er líka, ég held að sé ekki eins atvikað sem hann er svo langt síðan hann hætti með landsliðinu, sko. Nei, nákvæmlega. Hvað er þetta? Ég sá á Twitter 30-40 leikir eða eitthvað sem þeir eru að spila ánan síðan hann gaf síðan skosta sér. Það er ekki eins og þetta hafa átt að vera eitthvað vafamál. Þetta hafa búið að vera að vita, það voru allir búin að tala þetta í haust að hann kem ekki til greina og gæfi ekki kost á sér, en manni finnst eins og Kamerúnarnir séu að gera þetta meira að þeir geti það til að ná sér niður á einhverjum og FIFA séu eins og FIFA er bara að vera skattur á sjálfum sér og vil ekki taka afstöðu strax eða eitthvað, sko. Gott og vel að þið gera það, en að geta ekki komið með svar af eða á, sko, löngu fyrir mót. Það er það sem við finnum galið þessu. Já, það er það sem ég er að segja. Það er engin ástæða fyrir þá til að gera það nema það að sé einhver major malfunction í starfsemin hjá Kamerún eða hitt sem ég trúi frekar að þeir hafa bara viljað ná sér niður á honum. Þannig að hann voru sér að mæta ekki fyrir landslið. En sko, Maggi, við tekur aðeins boltan, bursið frá allri öllum einbeittum brotavilja hjá Kamerún, hvað sem þeir vilja gera honum mikinn óleik, að þú veist, Kamerún núna þegar FIFA er búin að fá pressuna sem að fylgir því að banna Liverpool að nota svona leikmann, þannig að það kemur hellingsumfjöllun og pressa meðfylgjandi því. Núna gefa þær út, loksins er í svari Símon, að það er það verður tekin ákvörðun á föstudaginn hvort það er ágert og eftir það gefa þessi 7-10 daga ef svo fer að þeir ætla að fara með þetta máli ykkur ítalegri skoðun. Ég meina, ég held ekki myndir þetta væri boðlegt? Ég er bara að reyna að ímynda mér í hvaða starfsemi annarri þetta væri bara leyfilegt, sko. Þú veist, það næsta sem maður myndi halda í svona, félagsliðin stóru sérstaklega sem er að borga þessum mönnum laun, fari bara að skoða ykkur Bosman úrskurði, sko, og ég bannaði maður að fara í landsleiki, sko. Já, það sem er náttúrulega slagurinn í þessu öllu held ég að sé náttúrulega bara gamall og skemmtilegur slagur það hvað mátt sleppa liðum í landsliðsverkefni. Ég svo sem veit ekkert alveg, ég viðurkenni það fúslega, ég hef ekkert verið að horfa á eftir Kamerún sérstaklega í gegnum tíðina. Er hann ekki nýtekinn við þessi þjálfari? Hann tók bara við Kamerún og hann getur bara hafa tekið ákvörðun það núna, hann getur vel að hann hefur verið fenginn með það fyrir augum að halda þessum gaurum í liðinu. Þannig að ég veit eftir hvort að það geti verið akkurat máli, ég held að hann bara tekið við þið núna bara í fyrravetur eða eitthvað og sett mikil press á hann og þá gólar hann í þessa leikmenn og það náttúrulega við vitum það allir að FIFA er ekkert nema rautt teip og allur þessi pakki og það þarf ekki nema bara að hugsa bara félagaskipti milli landa sem við erum í sambandi við Ísland og það virðist vera lenskan að menn svara ekkert endilega í síman eða er eitthvað að velta svoleiðis hlutum mikið fyrir sér. Þannig ég held að við séum bara á sama stað og voru ekki fleiri lið sem að lenda í því að Kamerún bara svara ekki erindum og gera ekki neitt og þá
þá verðist FIFA vera afskaplega lint til verka það að fara í eitthvað svona hvað að segja, einhver aðgerði gegn landsliðunum, því að við vitum það náttúrulega að FIFA er alls ekki að hugsa félagslið, þeir eru að hugsa útbreiðslið á fótboltanum og það ef þeir myndu segja allt í lagi, það hérna, við sleppum, leikmenn geta bara sleppt því að mæta í Afríkukeppnina, það alveg það sama og ég held að við Íslendingar hefum ekki orðið glaðir ef Pandora box, meinarðu? Já, ég að segja það, þú tóð þetta rekjast ekki okkar fyrir ef leikmennir okkar fara að spila í Kína, segjum það og það sem tímabilið langt fram á sumar og svo allt í náttúrulega þeir ekki að gefa kost á sér með íslenska landsliðin náttúrulega bara að spila með liðum í Kína, myndi við þá ekki að segja það sama. Hvað sérðu? En þeir gera það alveg með 2 ára fyrirvara. Eins og ég skildi þetta, þá var breytingin svo að þessi þjálfari tekur bara við ég veit ekki hvað það gerði, ég held að hann hefði tekið við í fyrra vor og sé búin að vera þetta í tæpt ár og gaf það út strax í haust að hann myndi boða alla bestu leikmenn Kamerún í þetta mót og það er það ekki bara munurinn að stjórinn sem var undan var kannski ekkert að velta því fyrir sér og þarna kemur inn einhver gaur sem að gera það. Ég ætla að viðurkenna það, ég var ekki djúpt, kannski djúpt búin að kafa hann í það, en það var skýringin sem ég heyrði þarna einhvers staðar eða las einhvers staðar að þessi þjálfari hefði gefið það út bara í Kamerún strax í haust að hann myndi boða alla bestu leikmenn Kamerún og ef þeir ekki kæmu þá myndu þeir ekkert spila með sínum félagsliðum og við skulum bara kannski setja okkur í hans spor upp og það að gera þó að það afsæki ekki seinagangin á FIFA sko. Það gerir það ekki. Steini, myndirðu fórnunum á morgun í bikarleikin? Mér langar að æla núna, Magnús, setja mig í hans spor, maður sem er hættu með landslið og þú bara ákveður að setja hann í bann. Ég á ekki til eitt einasta orðið, ég ætla bara að vona, það verður mitt innlegg í þessari umræðu, ég ætla bara að vona að Liverpool eða eitthvað annar lið fari með þetta alla leið fyrir dómstóla og taki þetta ægisvald sem að landsliðin hafa yfir leikmönnum án þess að borga þeim nokkuð laun og þetta fari bara úr höndunum á þeim meira því að það er algjörlega ljóst að mörg þessir landslið eru svona hippagipp landslið að þau kunna ekkert með þetta fara og það er bara eins og við erum búin að sjá stundum hvernig Roy Hodgson fór til dæmis með Daniel Sturridge þegar hann fékk hann í landsliðsverkefni. Hún var nákvæmlega saman hvernig hún reiddi af með félagslið. Hann skilaði honum bara í henglun tilbaka, spilaði honum nánast óleik færum í þessum landslið. Það verður bara, ég bara vona að það verði eitthvað lið sem að fari og taki þetta bara fyrir dómstól og alla leið. Ég er alveg bara, ég hef nú ekki verið mikill aðdáandi landsliða en ég er mjög skoður. Ég verð að fá að taka 1.000.000% undir með Steina þarna. Ég er algjörlega í þessum hópi líka að segja að landslið sko leikmaðurinn á að fá að ráða þessu. Hann er samningsbundið liði, hann er í einhverju öðru landi eða í landi, hann er bara að fá að gera fyrir sig hvort hann vil spila fyrir sitt landslið eða ekki, þá enginn geta banna hana, þá enginn geta þá enginn geta stoppa hann heldur í að vilja ekki spila fyrir landsliðið. Mér persónulega finnst jafn vitlaust ef að landslið á einhverja heimtingu á leikmanni sem að vill ekki spila fyrir landsliðið jafn vitlaust eins og að segja að Liverpool eigi heimtingu og spila allir sem eru fæddir í Liverpool spili fyrir Liverpool. Eða þú veist að Leeds getur sagt að allir sem eru fæddir í Leeds verða að spila fyrir Leeds. Þetta er bara fáránleg pæling. Leikmaðurinn á að ráða þessu og að setja menn í band sem vil ekki spila fyrir landsliðið finnst mér bara skelfilegt. Kristján, ég er ekki komið bjölluna en fyrir andsvörum er 70 þingmaður norðvesturkjördæmis. Hæ Maggi. Þetta mjút Maggi minn. Ó nei, nú var það næstur. Við erum náttúrulega að opna þetta Pandora-box sko. Hér erum við að tala 60 ára gamla fótboltakeppni sem við spiluðum í janúar og fram í febrúar. Ég vorkenni liðum ekkert að kaupa afríska leikmenn og sitja svo reikna með því fara ekki í úrslitakeppni Afríkukeppninnar. Við getum ekki látið svo það að bara Liverpool hefði keypt Joel Matip vitandi ekki það að hann væri hugsanlega að fara til Kamerún og það sem ég er að segja hérna núna er það að við ætlum bara að segja þetta svona vegna þess að við vitum það að við til dæmis sem þjóð lendum aldrei í þessu af því við getum bara verið vissir það að okkar EM og HM þá er okkar leikmenn bara save og farnir og það ef leikmaðurinn er að fara að ráða þá erum við að sjálfsögðu opna það Pandora-box ef að leikmenn hafa valdið þá munum þeir að sjálfsögðu nota það líka til þess að fá meira að borga fyrir til dæmis landsliðið sín.
Það sem ég bara að segja þetta það að það eru gildandi reglur hjá FIFA sem að FIFA verður einhvern veginn að standa við óháð hvaða keppnir það eru og mér finnst við ekki geta núna látið þess og það að við bara segjum bara já, bara fokk FIFA, við keyptum afríska leikmann og við vitum það að þetta búið að vera í gangi hérna síðustu ár að lið það vera að missa Jæja Túru og alls konar leikmenn í Afríkukeppnina og það er alveg eitt og sér klárt. Það getur enginn afsakað þetta red tape kjaftaði FIFA. En mér finnst við vera orðnir helviti kaldir að sitja hérna uppi og ætla að fara að segja það að við eigum bara að félagsliðin eigi bara að fá að ráða algjörlega ferli þessara leikmanna. Ég held að það verður bara mjög vond staða fyrir alla að fara í. Og þetta segir til dæmis Ásgeir Sigurðsson hefur bara rættað í minn eyru hvað hann hefði viljað hafa það svoleiðis þegar hann var að spila. Að það hefði verið eitthvað réttindi fyrir hann og þessar leikmenn sem við áttum út í heimi. Þegar Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Anderlecht og Antwerpen sögðu við hann, Pétur Péturs, Arnór og Atla ef þið farið í landsleiki þá fáið ekki laun og þið fáið ekki að spila fyrir okkur. Matip er hættur með landsliðinu. Hvar er það stendur það Steini? Hann er búinn að margbúinn að gefa það út. Hann er margbúinn að gefa það út. Liverpool, það er ekkert af þess að koma Liverpool. Vissum við þetta í haust? Já, hann er búinn að gefa sér þegar hann kom. Við spólum podcastinu okkar tilbaka, haldið þið þá við höfum aldrei talað að hann var að fara í Afríkukeppnina eða? Já, það var vita frá því að hann kom til Liverpool, hann var hættur með landsliðinu allavega. Það var bara alveg að tæra. Það sem þekkta staðurinn frá því að hann kom í sumar. Herru strákar, þetta er efni í færslu sem að ég ætla að þökka á þessar umræði bíli, þetta er komið gott. Manchester United leikurinn, ég held að vil fá veiga meiri sess í þessum þætti. Hérna Steini, bara nú 2 dagar liðnir frá því þessum leik lauk, hvernig svona meturu bæði frammistöðu liðsins og úrslitin rauninni? Ég meina fyrirfram þá hefði ég verið alveg bara nokkuð sáttur við úrslitin með að við hvernig liðin voru skipuð. Ég meina það vantaði lykilmenn í okkar lið og þetta var Manchester United bara með sitt sterkasta lið. Þannig að fyrirfram á útivelli á móti liði sem var búin að vinna 9 leiki í röð, þá var ég hefði ég ekkert verið afar ósáttur við 1-1 jafntefli. Hvernig leiðir með Trent Alexander, Lovren, Klavan og Milner varnarlínuna á móti Zlatan? Sko mér leið bara ekkert vel með þetta. Það er bara ósköp einfalt mál. Það er ekkert. Og síðan vorum við með á miðjunni sem betur fyrir Henderson aftur en við vorum með Emre Can og Wijnaldum sem hafa verið búin að vera algjörlega á raskatunni í nokkra leiki í röð. Þannig að það var ekki eins og maður væri bara alveg bara hoppandi úr gleði fyrir leik. En ég var samt ánægður með svona margt í leiknum. Ég var hundpirraður með að leik stóð með afskaplega margt líka. Það var svo erfiður leikur að horfa, hann var helvíti spennandi maður. Hann var alveg bara, þetta var dauð og djöfull og síðan bara svona er maður svektur út í svona leikil ákvarðanir hjá starfsbróðum mínum, bræðurum mínum þarna í dómaratríónu. Mér fannst alveg við tökum það nú sér held ég fyrir rættir þess. Fatalt sko, en heilt yfir fyrirfram, jafntefli, fínt, eftirleik, hundsöktur. Nákvæmlega. Maggi, við fáum Trent Alexander inn í byrjun á þessum leik og fyrir Klein. Þú hefur eitthvað fylgst með þessum yngri flokkum. Við höfum náttúrulega verið að sjá hann aðeins núna fá sensinn í liðinu. Ég meina, er þetta ekki bara alltaf því eins góð frammistaða við gátum mögulega vonast eftir? Jú, það held ég. Þetta sé alveg klart mál. Hann slapp þarna með 1 mistök sem hefði getað kostað hann sætið. Já, Nei, ég held að við getum allir verið sáttir við það að hann hafi átt bara flotta leik þarna. Þetta er alveg klárlega eins og ég hef svo sem sagt einhvern tímann hérna í haust áður. Það var þetta klárlega strákur sem að á fullt erindi og bara ég er alveg sannfærður um það að hann á eftir að vera í þessari Harry stöðu okkar næstu árin og ég hef trúið því að þessi leikur hafi bara alveg kannski endanlega bara slegið af alla varnagla. Það er alltaf, þú farið þetta ekkert mikið meira heldur en þetta. Hann fær stuttan fyrirvara, Klein afbúða sig í leikinn rauninni bara í morgunni. Þeir eru að tekka því bara alveg þangað til á morgunni leikdags að Klein sé með og seinna svo Trent Alexander kippt inn í þessa stöðu og var á móti Martial sem var svo sem ég hefði alveg pínu áhyggjur af því, hann myndi lenda í vandræðum þar en það gerði hann bara alls ekki og þetta var bara að mínu þetta mjög flott framist og ég var ekki síður sáttur við það að hann spilaði sinn karakter, hann náttúrulega gríðarlega sóktur við bakvörður og hann fer langt upp völlinn og hann gerði það í þessum leik og komst þarna inn í teig og
fór nálægt í að eiga skotfæri sem átti gott skot þarna, fínt færi í fyrra leik sem hefði náttúrulega verið frábært að sjá hann bara setja í markið. Hann hefur alveg sýnt að yngri flokkunum, hann veit alveg hvað markið er. Þetta er gríðarlegt efni og þetta er strákur sem að ég bara mínu viti núna, þetta er ungu leikmaður og hann á þetta að hlaupa einhverju veggi en ég trúi að þarna sé komið strákur sem að eigi þetta að fá fullt af sénsum fram á vor og muni bara fljótlega vera orðinn partur af aðalishóp Liverpool og meina í nútíma fótbolta þar sem við verið að tala að menn geti verið, það er alltaf stöðugt fleiri fótboltalið víðsvegar heiminn að fækka varnarmönnum og vera með svona wingback formation einhvers konar. Þetta er náttúrulega strákur sem er að mínu viti algjörlega ídjált í það, hann er fínn varnarmaður, er frábær sóknarmaður, þannig að ég held að við bara með demant í höndunum. En Maggi, ef við hugsaum út í það, John Flanagan man ég kom inn í stóran leik, ég man ekki alveg aðstæðarnar þá, það var allavega töluvert meiðsli, en Arsenal fyrirgefðu, þetta er töluvert statement hjá Klopp núna að setja hann inn meðan að við erum með Gómez sem komið tilbaka og búin að spila leik, við erum með Moreno búin að vera bekknum allt tímabil og Milner eftir rauninni betur við hann að vera að spila þeim megin, hann vildi ekki træra hendir þessum 18 gutta beint á Old Trafford, ég meina, mögulega Flanagan var það svipað statement en þetta er afskaplega sjaldgæft að við sjáum svona unga pjakka hendin í svona rosa leik, sko. Já, ég sammálar því og þetta er bara, ég held aftur á móti hann ekkert endilega hent hvaða unga leikmenni sem var, þetta er alltaf búið að vera frábært hjá þeim að hafa núna geta fengið þessa flottu leiki í deildabikarnir sem hafa verið að spila þessi strákar. Þannig að hann er auðvitað búin að taka úr sér sviðskrekkin, þannig að þegar Flann og lendi þetta inn í þessum Emirates-leik þá var það kannski stærra högg en þetta bara er örugglega leiðin fram úr. Ég missti alltaf síðasta leik síðustu umræðu leikina móti Plymouth sem ég var fyrir gríðarlega vonbrigðum með marga unga leikmenn sem ég varst alls ekki tilbúnir í það verkefni sem þeir fenguð þar en Trent Alexander er ekki einn af þeim, ég veist hann er bara tilbúin til að vera partur af þessum aðalshóp og frá næsta haust er í sannfærður að hann verður bara klárlega með þessu liði. Töluvert munu líka koma inn í svona lið þar sem eru flestir okkar lykilmenn að spila heldur lið eins og móti Plymouth þar sem eru megnun til nýlegar eða svona fringe leikmenn, sko. Algjörlega. Herðu, Kristján Atli, þú ert nú alltaf með sleggjur á fótbolta.net og svona. Núna er Sturridge ekki á bekk, kemur ekki inn á og það er fyrir mín og frammi og Origi líka, reyndar stilt upp kerfi í byrjun sem að mér fannst svolítið vel gert, þetta er svona útfærsla einhvern veginn af demantsmiðju eða 4-3-3 eftir hvort við erum að sækja að verjast, það er allavega nullað ágætt út miðjunni hjá þeim, en ég vil, eftir því sem ég sé fleiri leiki og samóta Sturridge skora alltaf af og til, ég held að hann sé orðinn okkar þriðji besti strækjar, bara sama nánast í hvaða forsendur við erum að miða við. Er ég út á túni? Er þetta sama sleggja að segja að Zlatan skori ekki meira á tímabilinu eða Joe Allen sé einn af bestu miðjumönnum deildarinnar? Einar þegið. Ég ætla að reyna að koma inn sem Allen allavega út tímabilið, mögulega Zlatan er að hátíðadögum. Veistu það, ég setti þegar ég var að velja þetta helvítis úrvalslið þarna fyrir 1,5 viku hjá fótbolta.net þá setti ég Allen í liðið að því ég hélt í alvörunni að það myndi pirra United-mennin alveg ógeðslega mikið að hvorki Carrick, Herrera eða Pogba yrðu þarna inni. Og ég fekk einhvern smá skít frá United-mönnum en það voru aðalega svona njólan eins og þú sem eipuð það því ég valdi ekki Henderson. Þannig að þið eru bara takkstrákar. Ég er ennþá býtir afsökunarbeiðni, þú hefur vefsíðuna til þess að koma með afsökunarbeiðina. Ég valdi fyrrverandi Liverpool-mann í liðið til þess að spæla United-menn og þá kom bara daginn að Liverpool-menn hörundsára, takkstrákar. Þið fóruð alveg með þetta, ég býð eftir afsökunarbeiðni frá þér, það er alveg reyni. Hvað er Sturridge í röðinni hjá þér? Heldur þetta sé... Já, ég veit ekki hvað hann er í röðinni hjá mér. Við erum bara með fullt af góðum frammerum og það virðist bara vera að Jürgen Klopp einhvern veginn sé alltaf að færast nær og nær því sem að manni sýnist vera að skrifa á vegginn og ég er alveg viss að Sturridge gefur þess ekkert lengur en fram á vorið, sko. Hann er náttúrulega ekki að fara neitt núna í janúar og ég er ennþá handið sem hann á eftir að leika stórt hlutverk fram á vorið. Nú ef hann spilaði ekki gegn Plymouth á morgun þá býst ég fastlega við honum í liðinu til dæmis á móti Swansea um helgina og ég er eiginlega mjög ánægður bara með að sjá minn mann, hann hefur alltaf skorað fleiri en eitt í leik þegar ég hef verið að horfa á hann annars á vellinum, en ég held þetta sé bara fram á vorið, því miður ég er svo hrifinn af Sturridge og væri rosalega til að hafa hann heilan og fýrandi á öllum vélum og annað slíkt, en ég held þetta sé bara að verða nokkuð skrifa
í skíin, sko. Því miður. Maggi, ykkur við þetta bæta? Nei, ég var ekki sammála sem Vali Kristjáns, en ég svo sem ekkert endilega bæta miklu við það. Vali á Störrið? Nei, á Allen á sínum tíma. Já, alls ekki. Strákar. Þannig að það sé klárt, en Störrið... Við afsökum bara, við viljum þetta fyrir... Ég var ekki fyrrverandi Liverpool-mann til að spæla Er ekki mjúttak hérna Kristján? Þú ert með mjúttakjan. En ég held að með varandi Störrið, þá held ég að sé náttúrulega bara þannig að Störrið sé náttúrulega bara það sem við höfum alltaf sagt, en líka það sem við höfum alltaf átt okkur á er það að hann er bara ekki heill og hann bara er náttúrulega komin á þann stað í haustum á Klopp og ég held að það hann kom ekkert inn á í leiknum síðast, það hefur nú bara kannski sýnt honum það og ég hef ekki trúið að fara til Kína eða eitthvað svoleiðis en ég er alveg Það fer ekki í janúar, hann og nokkuð. Nei, ég er alveg viss á það að hans tími sem strækir nummer 1 hjá Liverpool er liðinn, sko. En á sama hátt að þá er enginn af þeim sem við eigum í dag nógu góður til að taka við hann, þannig við hljótum að kaupa leikmann í sumar, ég trúi ekki örum. Steini, það var svolítið gaman að bera saman byrjunarlið Liverpool og Manchester. Þetta er þriðja ódýrasta byrjunarlið Liverpool, hérna held ég á tímabilinu. 144 milljónir. Manchester United byrjunarliðið hjá þeim kostnaðurinn á því var helmingi meiri. Og hérna svo til að halda áfram aðeins að hérna miðað þætti Kristjáns. Þetta er síðasti leikmaður sem vil taka fyrir í liði Liverpool. Wow. Henderson sem að Hann kom aftur í liðið eftir meiðsli og Carrick það er ekki langt síðan að hann var í liðinu, svona draumaliði Kristjáns yfir tímabilið í staðinn fyrir til dæmis Henderson. Ég valdi Carrick aldrei í liðið, þetta er bara að segja. Já. Það var eitthvað sem sagði það Twitter á hann. Jöfull, ég ætla alveg að ná þér. En leikur Henderson Steini í þessu leik, mér finnst þetta að vera eini leikmaður í liðinu sem er ekki með arftaka, það kemur enginn í staðinn fyrir þetta hlutverk eins og hópurinn er núna. Nei, en ég reyndar á því að sko það eru nokkur svona hlutverk í hópnum sko sem er erfitt að fylla en þetta er Mögulega Mane kemur í ljós núna næstu dögum, það getur náttúrulega verið. Já, Mane og við höfum átt erfiðleikum með að fylla skarið hjá Coutinho, ég meina við erum bara ekkert með rosalega breiðan hóp og við vissum það fyrir tímabilið og við bara finnum verulega fyrir því þegar að lykilmenn dett út, ég meina við finnum alveg fyrir því að Matip er ekki búinn að spila heil lengi og Ragnar Klavan er ekkert nálægt því að vera í sama klassa á hann. Við finnum fyrir því þegar að Henderson er ekki inn á miðina því að Emre Can á ekki Þetta finnum fyrir öllum. Ég held að það líði mest fyrir missi á Henderson á miðunni. Ég held að sé orðin það stór partur af öllu í kringum leiklýsins. Já, hann er gríðarlega mikilvægur en eins og segir, það eru nokkrir alveg gríðarlega mikilvægir því að sko hápressan okkar í byrjun tímabils að við höfum ekki getað beitt henni í effektíft undanfarið, þannig að það er bara leið að kvartast úr þessu svona fyrstu 12-13 mönnum og þá erum við komnir svolítið orðnir svolítið beinaberir, það verður bara að segja en ég er alveg sammála því að Henderson er algjör, hann er líka bara, hann hefur oft verið gagnrýndur fyrir að vera ekki nógu mikill lítill, það er bara bullshit sko, ég meina það er Hann stíga rosalega upp á þessu tímabili. Já, Gerrard, hann var náttúrulega bara meiddur í fyrra sko, Gerrard var oft sakaður að vera ekki nógu mikill lítill. Þeir sem að héldu slíku fram, þeir vissu náttúrulega bara akkurat ekkert Steven Gerrard, þannig að það er ekkert alltaf bara það sem hún sér bara beintinn á vellinum, það er svo miklu meira það sem að snýra þessum fyrirliða dæmi og hann er búinn að vera að stíga upp sem fyrirlið. Maggi, þú að þjálfa í boltanum og svona og ég veit að þú leggur mikið upp með fólk með þínum pjökkum að þeir fara nú mikið í hárgreiðslu og setji hérna svona emoji-tákn í hárið og verður sem eins og jólasveinar í leikjum, hérna, Mark Liverpool, hérna, ég veit að við höfum allir gaman að þessu, en þetta sko fyrsta lagi hefur hort eitthvað á leiki Manchester United og hérna, slöktu við svona óðbóðslega Pogba eða hefur nátt fleiri svona leiki, sko, þetta var með ólíkindum. Sko Pogba náttúrulega hefur, ég gerði það ekki að leika horfa mikið Manchester United, ég svo sem
fyrir þennan leik þá datt ég nú aðeins í að horfa eitthvað á þá og hann náttúrulega bara að lenda í því sem að United mennirnir sem að ég þekki á Facebook og Twitter voru að tala að hann hefur ekki átt góðan leik á móti stórliði og það getur auðvitað verið bara tímabundi, þetta var nú talað Henderson sýndi ágætt að leika móti Fulham og Blackpool en gat svo ekkert þegar við fórum að spila móti stórliðunum en Pogba kostaði þess meira á að vera öðru stað heldur en Henderson en hann náttúrulega átti alveg bara utan þetta víti sem var náttúrulega kjánalegt að þá náttúrulega átti hann ömurlegan dag á allan hátt, hann náttúrulega byrjaði að skjóta fram hjá þessu döðarverð sem betur fer en svo bara sást þessi leikmaður ekki og hann var að lenda í því trekk í því að kunni ekki lesa pressuna, ég veit ekki hversu oft við unnum eiginlega af honum boltan, ég hef nú bara vilja sjá einhvern taka þá tölfræði, ég var svona já, ég var smá riggur, það var alveg þorrablót í Breiðholtinu á laugardeginum, þannig að ég var ekki alveg með alla athygline klára, en það var alveg ótrúlega oft sem að við hirtum boltan af honum, sko, það var bara þannig, og Zlatan blessaður, hann alltaf þurfti, eini maðurinn sennilega Englandi sem hefði skorað þetta mark, en öðruleiti var hann ekki góður, en Pogba gat ekkert gert neitt til þess að svona, hvað að segja, fela það að hann væri alveg bara í kúk og kanil í þessum leik og það allavega það sem að þessir gaurar sem ég tek nú marka á Facebook, United mennir vinni mínir, þeir voru svona, já, kortur 20 mínútur eftir á bæði á Facebook og Twitter farnir að tala það enn einu sinni erum við einum færri í stóru leikjónum og það á að fara að banna eftir leik? Nei, ég gerði það ekki. Það á að fara að banna honum að fara í árgreiðslu og láta hann búa heimi á Ferguson og alls konar svona hluti sem þeir voru að ergja sig á, sko. Þeir tóku pressuna hjá miðjunni, Kahn var sérstaklega með hann í vasan og þeir líka voru rosalega fljótir að tví og þrímenna jafnvel á bæði hann og rauninni Carrick er náttúrulega tekin út af hálfleik, hvað er búið að slefa yfir honum marga leiki í röð núna, sko. Nákvæmlega. Pressan í fyrrhálfleik var náttúrulega alveg geggjuð, sko, og ef við kannski dettum út úr einhverjum einstökum leikmunum það kom mér bara þægilega óvart, ég ætla alveg viðurkenna það, fyrir leikinn vissi ég ekkert hverju áttum von, hvort við værum að fara að sjá okkar eða einhvern blender, þá rúst okkur eða hvernig það væri, en sko það verið að gera úr þessu eitthvað að United hafi verið miklu betri, þeir horfðu ekki á fyrrhálfleik, það var vissulega að pressa sem þeir náðu þegar þeir fóru að spila dundrunum langt og hvað þá eftir þeir voru búin að setja mikrofóninn hann inn á, en pressan hjá okkur í fyrrhálfleik var náttúrulega bara geggjuð og það var alveg bara dásamlegt að sjá endurkomu hennar í þessum leik því að þeir voru bara virkilega bara flottir allir þessi 6 fremstu í liðinu að éta upp það sem var í gangi og hrista á United til. En þessi endarsprettur sem talar að setja hárbúðan inn á að þú veist Klopp náttúrulega, þetta það sem sérstaklega pirrandi og bara ósanngjarnt þetta Matip-mál að bæði annarkvort hefðum spila allar leikin eða þá að við hefðum engan slíkan svona risastóran á bekknum eða eitthvað kost til að koma inn í vörnina, ég vissum að Klopp hefði brugðist við þessum einmitt með svona hávöxnum leikmann eins og Matip bara að meina okkur að svona bulli möguleikunum á því að fá þennan mann inn og markið er náttúrulega bara fullkomin hátt eitthvað sem að svona stórir kallar eiga að vera berjast sko, eitthvað svona bull inn í teg, ég er ekkert að segja að þeir hefði ekki skorað, það getur allt gerst náttúrulega, en þetta er náttúrulega óneitanlega afskaplega pirrandi eftir leik, en það sem var nú ennþá meira pirrandi í þessu marki er framist að frændaðins á hliðalínunni, ertu búin að greina eitthvað? Sko, þetta var gríðarleg mistök. Þetta náttúrulega kemur upp á því að og þetta bara, ég bara fattaði að þetta ekki neitt þegar markið var og ég fattaði þetta ekki rauninni fyrir ég fór að sjá aðeins endursýningarnar hérna sem maður var að skoða, ég var nú ekki að gera það kannski hérna fyrir maður fór að lesa þetta því ég var náttúrulega ógeðslega svekktur, það hefði ekki mist hennar leik niður. En þetta er náttúrulega bara, ég veit allir svo Howard Webb sagði það, hann náttúrulega beinlinni sagði það einhvers staðar að aðstofadómarinn og við svo sem þekkjum það við Steini að það er ekkert gaman að fá vonda umsögn sig eftir einhvern eftirlitsdómara, en hann náttúrulega gerir þetta allt vitlaust, hann náttúrulega fylgir ekki upp línu og hann sko, við erum að tala 3 til 5 metra frá því að sjá rétta línu í deild sem þykist vera svo besta í heimi og það er náttúrulega algjörlega galið og enn einu sinni segi ég það, hvað þá þetta er rétt, Jói Valgeir er mikill Liverpool-maður vissulega en hann er líka afskaplega traustur maður og ég held að sjálfur hárrétt sem hann er að tala að United sé núna búið að sleppa með 8 mörk. Hann er ekki einn að tala þetta sko. Nei, ok, ég sá þetta hjá honum sko.
En þú veist, þá erum við enn að tala það að vídeodómgæsla sé bara að finna ranga vegna þess að við getum ekki verið með vídeo í einherji nyrst í Djúpóa í 4. deildinni á Íslandi. Þetta alltaf bara bull, sko. Þetta náttúrulega bara löngu komin tíma á þetta. Þetta voru mjög alvarleg mistök sem allir í leiknum mistu af, en sjónvarpsdómari hefði séð á 30 sekúndum. Já, það kemur það nokkuð ljóst. Steini aðeins áfram með þessa umræðu. Sko, það engin þjálfari í deildinni og Wenger þar meðal sem að vælir meira yfir dómgæslu, fer í bann út af brjálæðiskasti út í dómar og hann var að þessu allt síðast tímabil og hann að þessu byrjun þessa tímabil svo rauninni hvert einasta skipti sem kemur eitthvað móti United þá var hann alveg snarvitlaus og með þvílíkan her með sér. Núna komin 8 mörk sem rangstæð. Ég ekki kannski að tala þetta atvik, þetta voru svo augljós bara held ég mistök á línuverði en heldur þetta sé að hafa áhrif þessi taktík hjá honum að vera alltaf trillt heldur þetta hafa áhrif á dómara almennt í leikjum, bara eins og Old Trafford. Það nú eitthvað pressa og þetta alveg mannlegt. Já, það sem að mér finnst alveg bara með ólíkindum að við sáum á stuttum tíma daginn, hann Rocio eða Rollo eða hvað hann heitir þarna í vörninni hjá hann, vera í 2 fóta tæklingu sem bæði voru bara púra rauðspjöld en ekkert í hvort skiptið. Ég ekki segja síðan erum við að horfa leið mér að tala síðan erum við að horfa á hérna beint fyrir framan Oliver í þessum leik tekur Pogba bara Henderson hálstæki og snýra niður. Ég meina þetta bara púra rautt spjald og ég meina þetta bara gunguskapur segi ég bara og ég vil nú ekki meina það að þessir blessuðu þjálfarar hafi áhrif á dómara svona fyrirfram en maður farin að velta því fyrir sér all hressilega núna því að sko ég verið að segja fyrir í mínu tilfelli að þá ef maður fær einhverja svona skít frá þjálfurum hvort sem það er fyrirleik eða á leiknum að þá dæmi maður frekar ef maður í vafa á móti svoleiðis gaurum. En ég bara leyfi mér að efast það þetta orðið svo rosalega mörg dæmi núna þannig að það nú langtræðar hlutdragar. Mér fannst dómgæslan eftir að við fengum vítið bara þá fengu þeir nánast í allt fannst mér orðið. Sko. Já, ég meina eins og þetta rauða spjald, ég meina þetta svo bleitant að ég bara næði ekki af hverju enginn af þessum aðilum sem eru með talbúnað á milli sín sjá þetta ekki og vísa ekki manninum á völlum. Hvernig haldið þetta hefði verið? Hvað fyrri hálfleikur, hvað hálfnaður? Manni fleiri? Nákvæmlega, sko. Hérna líka annað atvik sem var ekkert skárra. Það var sko hann handleggsbrotnaði næstu við að gefa Lovren gullspjald fyrir að vinna tæklingu og nokkuð kláralega, gott og vel. Svo kemur Rooney allt og seinna í Milner, stígur á hann, mjög klaufalega og það var ekkert. Nei, það var alveg eins gullkort og það gat orðið þar. Síðan vil ég einhverju meina hann vildi einhverju meina að hann hefði átt að senda Firmino út af. Já, það væri alveg mögulegt að færa rök fyrir því en þá hefði hann þurft að senda það báða út af sko. Því að Herrera náttúrulega sko, hann togar hann tilbaka og togar hann síðan aftur að sér, sleppur aldrei og hinn ýtir á bringuna á honum og hinn bara hendir sér niður með hérna hendur í andliti. Það bara 2 gul spjöld, takk fyrir. En svo líka eitt dæmi sem endalaust að koma í þessu. Það önnur ástæða fyrir vídeodómgæslu. Það þegar Rocco brýtur á, stoppar Origi, hann hendi sér ekki niður. Þú veist, það var alveg augljóst, stoppaði sprettin hjá honum en hann slapp með það og hann hendi sér ekki niður. Þú veist, bara klúður svo sem hjá Origi. Já, og þetta í aðra höndin alltaf verið að tala um að þetta sé versta mein fótboltans, það leikaraskapur, það verði að útrýma þessu. En ég segi líka að þessu verður aldrei útrýmt fyrir en að dómarar fara að taka á þessu og virkilega ekki leyfa varnarmönnum að hagnast svona á þessum brotum. Kristján, þetta nú til dæmis ummæli eftir Klopp strax eftir leik. Hann segi I heard this game was decided for the rest of the season, bullshit. Hann var nú bara í því á blaðamannafundum eftir leik að tala hreint út en í rauninni hvernig sem leikur farið. Við erum núna 7 stigum eftir Chelsea en þetta tímabil langt sér frá búið.
það er ekki að horfa á þannig þó að topparáttan svo sem erfiðar, hún var það nú alveg fyrir, sko. Já. Meturðu möguleika eitthvað núna í framhaldinu? Nei, ég meina, sko, topparáttan, ég veit ekki hvort þú vilt tala titilbaráttu, það er náttúrulega búin að býta við. Erum ennþá að horfa þannig sko á þetta, ekki? Já, þú veist, það er búin að skýrast aðeins línur þar og það er bara einfalt að Chelsea, já, við þurfum að taka þá Anfield þarna eftir 2 vikur eða hvað það er og svo verða þær einhvers staðar annars staðar að missa stig líka. Það náttúrulega hellingur eftir í þessu, það jákvæðast í þessu fyrir Liverpool að vera ennþá í þessu öðru sæti, 2. til 3. á markatölu og vera núna búin með alla nema City á útivelli. 7. sæti og upp úr, öll liðin eftir að koma á Anfield nema City, við eftir að fara til þeirra. Og það er bara massíft forskot og þegar að þessi lið eru núna dett inn í Evrópukeppnirnar aftur, fyrir að líða á tímabilið og þá verður Liverpool búið með deildabikarinn, við skulum sjá hversu langt liðið fer í FA-bikarnum. Ef hann spila krökkunum á morgun þá kæmi hann ekkert óvart ef við færum ekkert lengra í bil í FA-bikarnum. Þannig að þá sé bara ýmislegt sem okkur í hag og oft hefur maður kannski hort á 7 stig á sjóðheitt lið í fyrsta sæti og hugsa með sér þetta er rosalega langsótt, en í dag þá horfi ég ekki á það þannig og ég held að spilin eru öll að falla með Liverpool það sem af er og ef þetta er slæmi kaflinn okkar núna 4 leikir án sigurs þar af 2 deild jafntefli í röð að ef það er allir slæmi kaflinn þá þigg ég það og bara fá liðið beint á beinubrautina á Anfield á laugardaginn takk. Og við erum bara fullkomlega með í þessu ennþá og ef þú ætlar að fara að veðja á eitthvað eitt lið sem að nær Chelsea að þá hlýtur að veðja okkur sem eigum eftir að fá það í heimsókn og eins og ég segi, leikjaplanið er okkur ansi hagstætt fram á vorið og við erum ekki í Evrópu. Já, reyndar, Maggi, það eru 12 leikir á Anfield núna eftir þessu tímabili og bara 9 útivelli og ekki gegn toppliðunum, en það er svo sem eru leikirnir sem við höfum verið að missa stig í. Annað varðandi þessa toppar, þetta náttúrulega hafa verið nokkrar helgar núna þar sem þetta hefur svo sem verið að falla ansi vel með London liðunum, allavega Chelsea og Tottenham. Sérðu hvernig metur til dæmis Tottenham-liðið? Þeir eru núna jafnir okkur að stigum og ég veit ekki hvort það var síðasta leik en þeir litu ansi vel út og hafa verið að gera það núna undanfarna leiki. Heldur að þeir sé búin að taka fram úr jafnvel, hvað ég segja, Arsenal og Man City liðunum? Sko ég einmitt segi eins og þú, ég horfði nú á Tottenham live á Wembley og mér fannst það ekkert geta, en við verðum náttúrulega bara að fara að viðurkenna það að þetta Tottenham lið er alveg fótboltalið og þeir hafa náttúrulega mínu viti eitt fram yfir okkur, það er náttúrulega þessi framherji þeirra sem var náttúrulega hann hefði getað skora hvað í helgina Ég horfði á hann leik helgina og það, West Bromwich Albion átti aldrei nokkurn einasta séns, það var bara eftir 5 mínútur var búið að pakka þeim saman og þeir voru bara fullkomlega ráðalausir og Kane var náttúrulega alveg frábær. Þannig að við bara, það verður rosalega gaman þessi næstu 2 heimaleikir eftir að við höfum klárað hann Swansea-leik og bara virkilega vona það að í Swansea-leiknum þá náum við bara að koma aftur því að á móti þá kannski, við erum náttúrulega, við unnum City í leik sem var tæpur, svo kemur Sunderland-leikurinn og náttúrulega er þetta örugglega þreyta út af leikjálagi að liðið hefur kannski ekkert verið að virka síðustu 5-6 leiki svipað eins og það var að gera þar á undan við ætlum hræðir að leika á móti Southampton-leikinn og eitthvað svona en Chelsea-leikurinn og Tottenham-leikurinn mun alltaf bara segja til það hvað við getum gert því að þá fáum við þarna í röð lið sem ég held allavega eins og staðan er núna séu betri en við en á móti þá náttúrulega verið að City bara að vera að tapa plottinu og United ég sá ekki einhverja sannfæringu í þessu United-lið, þeir eru náttúrulega með Zlatan sem klárar helviti mikið að leikjum út af sína hæfni, en mér finnst svolítið, þú veist, bara næstu 2 heimaleikir eftir Swansea, þannig að Tottenham og Chelsea-leikurinn mun bara vera helviti flottur vegvísir á þetta lið okkar, en Tottenham er alvöru lið, þeir voru alltaf eru það lið sem voru næsti að fara með Leicester í fyrra og þeir eru náttúrulega búa þeirri reynslu. Hins vegar á móti náttúrulega þá hef ég trú á því að Tottenham muni svo lenda í vandræðum þegar meistaradeildin byrjar aftur. Þannig að það er svolítið margt inn í þessari baráttu ennþá, en eins og það lítur út núna,
þá finnst mér sko City vera það skattað að það verði bara utan við top 6 og ég held að United, Arsenal verði að slást fjórða sætið eins og þetta horfir í dag en top 3 held ég slagurinn bara sko. Er það rétt hugsaðum sko, þannig að lenda öll lið í meiðslum og lykilvönum og allt svoleiðis en þau hafa ekki verið að lenda í eins mikið af fjárfestum sko sína bestu manna eins og við höfum verið núna undanfarin mánuð eða bara síðan þú fórst á Watford-leikinn þá höfum við nánast alltaf verið án 2, 3, 4 sko af okkar bestu leikmönnum, Mane, Coutinho, Henderson og Matip allir frá sko ef við takið sambærilega leikmenn úr öllum af þessum liðum, ég man ekki til þess að hafa neitt þeirra verið í kannski City en af hinum þá það hafa ekki lent í svona alvarlegum meiðslum, ekki einu svona Arsenal, svo ég muni, þetta getur verið þessi kolrántum, ég er ekki vísindaleg rannsókn á bak við þetta, en hérna... Ég er sammála því, það var alltaf bara, við sáum bara að Coutinho kom inn á og hvað mikið breytist ekki bara í ónumaltinu, það var Firmino aftur mættur, ef United myndi missa Zlatan, þá væri þeirra tímabil að vera farið, það er bara þannig. Það er bara, veistu, ef þið horfið bara á leikina sem hann er búin að vera að klára, að þið skoðið, hann er markaðastur í deildina, þetta er alltaf ógeðslega svekkjandi, sko, því ég var að vona hann myndi nú klúra þessu, sko. En þeir eru háðar í Zlatan heldur en við erum nokkurum öðrum leikmanni vegna þess að gæðin í þeirra liði utan við hann eru bara ekki nægilega mikil, sko. Svo kannski Carrick, ég veit ekki hvort að Carrick var meiddur sko, eða berið það sama Carrick og Henderson, Manchester gat ekkert án Carrick, segja það stundum með þeirra sjálfur sko. Ég held að Carrick hafi bara verið orðinn og gamall fyrir þessa baráttu, hann er 35 ára, við munum hvernig lappirnar fóru bara svona allt í einu og 2 árum með Gerrard. Hann er búinn að vera frábær, já, en hann er ekki búinn að spila núna gegn Liverpool undir stjórn Klopp eins og hann lenti í þessum leik. Og í fyrri leiknum var ekki sambærilegt að því að þá lágu þeir svo aftarlega. Þetta skipti voru að reyna að spila fótbolta móti Liverpool og ég held að Mourinho hafi bara séð að hann hafði ekki lappirnar í þessa baráttu en það svoleiðis óðu þeir yfir hann allir þrír í þessum leikum helgina, miðjumennir okkar og í rauninni ef það er einhverju sem ég myndi vilja taka út auk minnuleg til að hrósa fyrir þann leika þá finnst mér og ég veit að Emre Can hefur verið gagnrýndur undanfarið en ég á mér hrifinn á honum í þessum leik. Mér fannst hann og Wijnaldum og hvernig þeir pressuðu Pogba hvert sem hann fór frá miðsvæðinu voru alltaf mættir með bakverði til dæmis í tvöföldun á Pogba og annað slíkt og þeir tóku hann bara úr leik og þeir tóku hann úr taugum og þeir fóru illa með Carrick þannig að ég held að Carrick hafi bara verið honum gamall í þessa baráttu. Steini, tökum aðeins Southampton en það er Carrick gegn Joe Allen sko. Steini aðeins Southampton-leiki sem var líklega versti leikur ég bara sá leikur, jafnvel eini leikur tímabila sem Liverpool átti bara alveg skilið að tapa og jafnvel stærra heldur en 1-0 en það er svolítið áhugavert að skoða sko með að við til dæmis að ég held Watford-leikinn það við hefna síðast sem að Maggi mann á gæti eftir Matip, Henderson, Lallana, Coutinho, Firmino og Mane þetta er allt leikmenn sem voru að spila úr stöðu eða þá bara ekki með í þessum leik kannski afsakar ekki frammistöðunni þessum ömulega leik og í annað skipti á móti Southampton en sérstaklega eftir United frammistöðunni höfum við ykkur áhyggjur af þessum Southampton útileik heldur að þeir séu búin að finna leiðina mót okkur þetta er ekki fyrsta skipt sem lendum við þessu neðan sko lendur líka þessu deildinni sko við í deildinni við vorum ekki að gefa þessi færa á okkur í deildinni við áttum að vinna þann leik bara alveg straight forward þannig að þetta var ekkert sambærilegt við hefðum alveg átt skilið að tapa þessum leik 3-0 það hefði bara ekkert verið neitt sjokkur ég held að þessi leikur hafa bara verið akkurat það sem hann var þetta var bara svona millibilst leikur það á ekki að vera mögulegt en hjá atvinnumönnum í fótbolta en ég held að bara löngurinn í að spila þennan leik langt ferðarliðið til Southampton hafi bara ekki verið til staðar og mér fannst ég bara sjá það á liðinu mér fannst ég bara vera áhugalausir og hangandi haus og menn sem ætti að vera að berjast fyrir sínum sætum og þeir voru bara ekki að gera það þannig að finnst þér að höndla það nógu vel að spila fleiri en einn leik á viku? Já, ég held bara að mindseti þarna hafi verið rangt það hafi verið bara þetta er inn á milli mennur að keppast að gera sig klára í deildinni og í topparáttu þar held ég bara einhvern veginn, þó að það sé eigi ekki vera þannig, þá held ég bara mindseti hjá mönnum hafi bara verið rangt í svona leik, punktur. En ég finnst við gleyma einu, ég veit að við erum hættir að ræða Manchester United leikinn, en ég hefði vilja bara fá að minnast einu orði á hann Mignolet okkar, ég held að hann eigi alveg skilið frá okkur,
hann hefur verið, og ég hef nú ekki verið aftarlega á merinni að drulla yfir þann dreng, en mikið er ég glaður að sjá menn bregðast við samkeppni eins og hann hefur brugðist við samkeppni núna eftir að hann kom tilbaka. Það er bara allt annað að sjá hann og bara, hann var stórkostlegur í þessum aðstöðunarleik. Ég ætla ekki að fara náður til það. Ég er því Anfield Draft í dag, það hætti bara hendunum á liðinu á 6 mánaða fresti. Já, ég meina, það virkar kannski bara, og ég meina það er ekki eins og Karius sé búinn að vera slakur þegar hann hefur fengið þessa bikarleiki inn á milli, þannig að þetta virðist gera það gott. Ég bý bara eftir fréttum að hvers konar samtal hann átti við konuna sín í þetta skipti eftir að Karius tók á hann stöðuna. Það hefur verið eitthvað smá samtal fyrst að hann er að koma svona sjóheitur inn aftur. Já. Hann var svo sem ekkert búin að dabur á undan sko, þannig að ég held að við ætlum kannski frekar að spyrja Klopp eftir á hvort það hafi verið skynsamlegt að gera þetta svona. En hann var frábær, ég ákvað að segja að ég hef verið í vörð til þessa markmenn sem reglulega gegn tíðina, en ég er algjörlega sammála Steina að þetta var fullkomin frammistaða og bara kjánalegt að hann fengi ekki hærri tölur, bara eins og er alltaf þegar þetta kom ykkur í gaurar. Því að þetta var ekki auðveld aukaspyrna að verja og meina, ég var sérstaklega glaður að sjá að þetta var svona alltaf dæmd rangstaða Rúni þegar hann tók hann með fætinum hann í. En þetta er ekki bara þessi leikur, Maggi, þetta er bara undanfætta leiki þegar hann kom inn, bara stefnir flott sko. Mér fannst Mignolet eiga fínt haust sko, ég var bara, mér fannst hann vera, ég held að hann hafa alveg brugðist þessum Karius samkeppni og ég hlakka bara til að sjá í rauninni hvert framhaldi verðurinn, svo náttúrulega var Karius frábær í þessum Southampton-leik, ég reyndar ákvaða því ég náði ekki að horfa á hann live og hitta á Steina þarna live og ákvaða að horfa ekki á hann allan, heldur náði mér þarna ykkur 30 mínútna klips og þetta er náttúrulega lélegasta frammistaðan í vetur og svo, þú veist, það kannski einmitt, held ég að þurfi bara einmitt að sjást í einhverju samhengi á þessu öllu. Ég held að maður þarf einhvern veginn að skoða mánuðin í heild, því að þú veist, við erum búin að vera upp og niður. Mín tilfinning núna er það alveg klárlega eins og Steini segir að menn hafi bara verið með annað augað í United og ekki alveg náði mótivera sig einhvern veginn almennilega upp í þetta. En það er auðvitað ekkert gaman í atvinnumönnum og við erum þá að sjá það aftur því að þú veist, þessi Plymouth-leikur verður náttúrulega á morgun verður náttúrulega bara algjör tappa og glappa á einhverjum unglingar sem spila það. Hvernig stillirðu þar upp? Ég skal koma til því að smá en því að ég langar líka að segja það að seinni undanúrslitaleikur á móti Southampton þá hefur við Chelsea helgina þar á eftir þannig að það er þá annað próf fyrir þá að taka. Er ekki leikurinn á morgun bara fullkomlega endurtekning á fyrirleiknum? Ég sé að bara eins og við töluðum ef ég man rétt, þá er bara FA-bikarinn mjög aftarlega í goggunarröðinni núna, við erum alltaf einu leik frá Wembley í hinni keppninni, þannig að við þurfum ekkert að keppa það endilega að komast á Wembley og ef að við erum ef að þetta lið sem að við erum að stilla upp á bekknum getur ekki klárað Plymouth, þá bara er það, eins og ég svo sem skrifaði á Twitter og segja þá er það bara ágæti skilaboð fyrir alla þá sem að spila þann leik. Ef ég ætla að fara að spila fyrir Liverpool og mér er stilt upp á móti Plymouth og ég tapa þeim leik, ætla ég þá að heimta það að ég fái mínútur á móti Chelsea. Mér finnst þetta bara svolítið snúast það og ég ætla bara að sætta mig við það að þessi keppni sé tekin þannig núna því að mér fannst fyrirleikur á móti Plymouth, ég veit ég töluðum að síðast, þannig ég ætla ekki að fara að taka hann. Mér fannst fyrirleikurinn sýna það að við hefðum ekki efni á að skiptast út heilu liði og þá verðum maður að tanka held ég þeirri keppni sem maður er styst á veg komin í sko. Þannig að við erum bara að fara að sjá, ég ætla við fáum ekki að sjá nýjan vinstri bakvörð, þeir voru að kippa Joe Maguire tilbaka úr láni þannig að það geti verið nýtt nafn sem við sjáum. Ég heldur Aldrei Moreno fá ekki þennan leika? Ég verður ekki Moreno bara settur á kantinn. Mér fannst, þetta var, Maguire var kippt tilbaka hvað daginn eftir Plymouth þegar þar aftur, hann er búinn að spila einhverja 20 leiki fyrir Port Vale í vetur og búinn að spila fullt, þannig að vanalega ég myndi halda að það væri bara sama dæmi með Hannes og Ryan Kent í fyrra, þeir kippið tilbaka einhverju leikmanni sem að verði hendi inn í þetta, hann var ekki látið að spila til dæmis í gær, 23 ára liði var að spila á móti United og þar var enginn af þessum leikmanni sem hafa verið að spila þar í gegnum veturinn, þannig að og ekki Maguire heldur, hann er ekki meiddur, þannig að erum við ekki bara að tala þú veist, Trent Alexander-Ferguson og Lucas En Lucas er meiddur held ég að bólgi hnéunum, hann er eitthvað byrjaði að æfa í dag og hann er allavega eitthvað tæpur held ég fyrir henni leik. Gómez og ég var eiginlega svektast með Kevin Stewart í fyrir leiknum. Haldið að Matip fái farið þennan leik? Ég get ekki ímyndað mér það eftir þessa yfirlýsingu held ég sem varst að senda okkur á hann, eða var það Maggi sem var að senda okkur frá Kamerún. Vorum ekki búin að koma inn á það Nei, en þeir virðast alltaf bara láta stál mæta stáli og þá greinilega mun reyna á þetta ágreiningsmál sem við vorum að drepa á hérna í upphæði þáttar hérna ég og Steina móti Magga.
Þannig ekki fínt að gera þessu leik. Jú, það alveg greinlegt að menn þorðu ekki að láta reyna það gegn United af einhverju, ef menn skildu tapa því og vera þá dæmdir ólöglegir í þeim leik og dæmt stigin af okkur eða eitthvað alveg, en það verður mjög áhugavert að sjá hvort að menn gera það á morgun. Það er svona, já, töluvert. Þessi yfirlýsing hjá Kamerún reyndar breytir akkurat engu, þetta er bara allt sem að menn vissu fyrirfram. Já, nema bara það að þeir ætla ekki að lúffa. Já, sko, þeir eru búin að gefa, þeir þurfi ekki eins og yfirlýsing, þetta væri ekki í gangi nema þeir væri búinir að gefa það út. Já, nákvæmlega. Þessi yfirlýsing breytir akkurat engu í málunum. Hver er staðan á Branagan og Grujic, vitið þið það eitthvað? Branagan er hjá okkur núna, hann er ekki ennþá farin að lána held ég eða nokkuð, og Grujic held ég. Er ekki Grujic byrjar að æfa? Ekki nema einhverju hoppi held ég held að allavega einhvern veginn hef ég þá tilfinningu. Branagan verður ekki og hann verður eitthvað fram í febrúar, þannig að þeir munu sennilega ekki ná að lána hann út, þeir ætla að lána hann út í janúar. En Grujic var held ég Grujic var ekki farin að held ég að æfa á fullu með liðinu og þá látar hann ekki spila, þannig að þetta er orðið svolítið þund. Það verður spurningi hver verður settur þarna inn á miðunum með þá Stewart kallinu. Það er spurning hvort að Wijnaldum eða eitthvað svoleiðis verði settur. Hann getur ekki verið settur aftur, ég trúi því alltaf, hann er búinn að spila núna 5 leiki í röð og átti rosalega mikið hlaup í síðasta leik, sko, þannig að svo spurning með Sturridge líka, sko, hann er náttúrulega spilaði ekkert í síðasta leik. Var hann ekki fara að spila, ég myndi nú tippa á það og jafnvel ef hann Coutinho að spila fyrir áleikið því það er svo sem það sem ég fannst náttúrulega ef það er eitthvað fyrri leiknum að dæma þá er þetta Plymouth-lið bara fínt fótboltalið og ég lesi það einhverju uppbytunni núna að þetta væri fínn völlur og fyrri hálfleikurinn var náttúrulega á hálfu tempói þannig að ég held að við getum alveg séð það að þarna væri fínt að láta Coutinho spila fyrst í 45 og Maggi, það er ólöglegt að láta Coutinho spila móti ykkur fjóruðdeildarliði í bikarkeppni. Ég meina, myndum við eitthvað segja við því að hann var látið spila 90 mínútur á æfingasvæðinu, skilur mér fannst bara það að koma honum inn í einhverja takli, hann spilaði bara Ég fæ ekki að horfa á það, ég er ekki einn stressaður yfir því, sko. Ég var alveg með mig að láta hann spila á morgun, sko. Ég held að þjálfræðilega það væri allt til að láta hann spila 45 mínútur á morgun og svo bara láta hann spila klukkutíma móti Swansea og svo bara þá var hann good to go, sko. En Sturridge hlýtur að spila, ég trúi ekki öðru. Og svo bara útvörn. En að mikilvægari málum, Maggi, hvar er fyrsti bjór og hvar hittist hópurinn í Leifsstöð? Hvar verður þú á barnum? Ég drekk ekki þannig, ég er bara í Elko að leita batteríum og einhverju svona. Þið verðið allir saman út núna, ánum mín, bölvaðir. Já, það verður mér sérstaklega erfitt minn, þú veist það. En við svo sem erum búin að senda dagskrana á liðið, þannig að það er 15. frátekið og svo þeir sem vilja vera með okkur á 1. þá erum við komin með flottan venju þarna og hittum á David Johnson sem að verður bara mjög gaman. Það er enda svo mikið bara okkar, ef það er eitthvað Íslingar að fara þarna út þá bara endilega kíkja þangað og grípa okkur þar því að við höfum ekki leyfi til þess að fá miða fyrir aðra heldur en bara okkar hóp þá á 1. á bar sem heitir Wines og við þekkjum ágætlega. Þannig að það verður tekið vasklas og með sítrónu þar þarna á 15. og 1. Maggi og Kristján, ég hringdi í hóteli fyrir ykkur, ég er búinn að bóka herbergið, það er bara klárt. Takk fyrir það. Það er beint á móti kirkjunni. Ég ætlaði bara að segja það, er það ekki örugglega hægt að sér maður ekki örugglega út á klukkuna? Jú, þú ert alltaf gagn tímanuliðir. Þá förum við inn til Steina alltaf þegar hann er sofnar, við fáum heim til að láta okkur vita þegar Steini sofnar og færum hann yfir okkar herbyggi. Það er svo auðvitað að gera það hvort hann sofnar alltaf í fötum. Ég er búinn að koma í þannig fyrir að þið fáið aldrei að vita á hvað herbyggi ég verð. Ég ætla að banka 8 alla mótna, sko. Bara sjá til hvort þú sett ekki ferskur. Það er þetta mjög jákvæmt að það er Kristján í herbyggi, hann bankar anskotan ekki á okkar eigið herbyggi, þannig að ég sleppi það Steini. Það er agalegt að vera með Kristján herbyggi, hann man allt, þetta er alveg skelfilegt. Maður má ekki sofna eitthvað staðar í íbúðinni Ég veit ekki, það er náttúrulega verið hættulegt, maður þarf að fjalla símana frá okkur þessu djöflum, sko. Það verður myndir komnar alneyti eftir hverja ferð. Já, þau verður að passa ykkur. Að sofandi kallmönnum, sko. Það er stórhættulegt að fara á kristilegum tíma heim af djammuna því að það gæti ykkur komið með þessi síma eftir á. Síðastur heim tapar, það er alltaf með fyrstur heim tapar, það er alltaf þannig. Ég er reyndar stíðalið það kenningu innan, þú veist, það hef ég verið mjög duglegur í því að... Það hefur aldrei verið vesen í okkur, það voru nokkuð. Það
það ýmislegt að daska. Við Steini þurfum að fara aftur hann upp í hverfi og heimsækja Tyrkjan okkar sem elduðu fyrir okkur pizza á miðnætti á sunnudegi hérna árið. Það ýmislegt svona. Kristján, þú ferð ekki á leikinn það? Hvað segirðu? Þú ferð ekki á leikinn það? Síðast þegar ég fór á Liverpool Swansea endaði það 5-4, eins lengi United ekki að spila. Síðast þú fórst Anfield. Já, þeir. Við höfum ekki tapað síðan, sko. Nú er ég búin að segja þér þegar þrisvarkvöld, fara að taka tilsögn. Við skulum hafa eins það á lengi hreinu. United eru ekki á Anfield, þá er ég ansi góður lukkubónsi, skal ég segja þér. Við skulum allavega hafa það á hreinu, það er mikið undir hjá Kristján Atla Ragnarssoni í þessari ferð. Það er alveg klárt mál, það er bara, það verður ekki þetta að gera neitt ef þetta fer illa, þá vitum við allir hverjum það er að kenna. Ég frábið mér allt svona umtal, ég vísa þessu til föðurhúsana. Já, þarna er komin önnur afsökunarbeiðni sem ég ætla að fá. En kannski svo ég grípi þannig ef svo ólíklega vill til að einhver vill vera að hlusta á einhverja skynsemi á okkur, þá náttúrulega verðum við mættir, við ætlum að fara saman út á völl og verðum mættir þarna, við erum öruglega að setja þarna einhvers staðar á einhverjum þægilegum stað og fá okkur öl í morgunsárið og það er bara skora á ferðalanga að gefa sér fram við okkur strax þá og svo bara eru rútur sem býða okkur á vellinum og þá hittum við restina af hópnum og bara þetta verður stanslaust fjör held ég. Mér finnst rosa vel á hópinn sem við erum að fá og þetta verður bara mjög gaman. Það verða fleiri hundruð Íslendingar þarna sko. Það hafði samband blaðamaður í gær, ég var í fréttablaðinu í dag það eru 4 ferðaskrifstofur búin að vera með hópferðir á þennan leik og það er bara verður brjálað af og þeir skildu ekki alveg af hverju Liverpool Swansea væri að trekkja svona rosalega mikið og þeir hringdu í mig að reyna að fá ykkur útskýringar. Ég náttúrulega sagði þeim að það væri bara þegar Liverpool var svo ógeðslega gott lið. Ekki flóknar en það. Endum við aðeins á spáðina leikstrákar, það er mikið að gerast hjá Swansea. Þeir voru reyndar, þetta var mjög erfiður leikur, Steini fyrirleikurinn á móti þeim og núna er þeir konum á 3. stjóra, er hann ekki búið með 1 leik í deildinni? Jú, ég held að það var algjört afhróð á móti Arsenal. Þeir eru á botninum, er þetta ekki bara... Ég horfði á þennan Arsenal-leik og ég var eiginlega hræddur næstu helgi þegar ég sá hversu ógeðslega lélegir Swansea því að það hlýtur einhverjum botni að hafa verið náð þeim gegn Arsenal. Þeir voru svo ógeðslega vonlausir. Hérna, ef eru þetta vonlausir á Anfield, sko, þá fáum við eitthvað stærra heldur en Maggi fékk gegn Watford í haust. En ég bara trúi ekki að þeir verið betri gegn okkur en voru gegn Arsenal. Þetta hlýtur að hafa verið eitthvað botni á þeim Steini. Þeir eru búin að vera að bæta eitthvað við sig núna og kannski náður eitthvað að tjast líka öttin en þetta Swansea bara... Tom Carroll og fleiri eða? Já, var ekki ykkur hann að fá bakvörður líka. Já, hann hérna hjá Norwich, Martin Olsson. Ég held að veit ekki að bara öllu því sem ekki hefur ykkur tíma séð varnarleik því að bara varnarmennin eru einhverja sagt skelfilegir hafa verið en þetta er bara lélegt fótboltalið. Það er bara punktur og til miður þá hefur... Þeir eru svolítið misst taktinn undanfarin ár eftir að þetta bara partíið kláraðist. Þetta var svo flott sett upp hjá þeim og búið að hrósa með svo mörg ár sko. Já, þeir eru bara búin að vera að selja frá sér bestu kallana og lítið eftir þannig að þetta ætti ekki að koma mönnum á óvartbeinleins en það er bara oft þannig þegar við erum að fara að mæta ykkur svona underdogs að þá strögglum við og við strögglum við fyrirleiknum á móti þrátt fyrir að þeir væru jafn lélegir og þeir eru en sem betur fer þá komum við okkur inn í leikinn og tókum hann örugglega fyrir rest en ég er nú nýbúin að vera þannig að horfa á Sönderlandliði koma hann í heimsókn sem er nú ekki mikið gáfulegra fótboltalið og ég hef aldrei séð annan eins varnar uppstillingu og við vorum álíka lengi að brjóta það á bak aftur og ekki lengur þannig að þetta er ekkert klárt það verða allir leikir erfiðir núna fram á vorið því að nú er farið að skýrast nú menn að fara að berjast fyrir lífi sín í deild og síðan menn að berjast fyrir sínum sætum að nóvar. Maggi, lokaorð Swansea-leikinn og lokaorð bara held ég þættinum. Já, það er náttúrulega bara, eins og segi það, verður held ég bara stanslaus veisla á gleði þar sem við erum, þetta við bara fyllt okkur og við stólum bara við höldum því áfram. Mér langar aðeins bara, þeir náttúrulega búin að farin að kaupa inn leikmenn og það sem að mér fannst svo sem það komið mjög óvart þessi ráðning á þessum ágæta manni, ég efast svo sem ekki það að hann sé ágætis maður á margan hátt og á allt gott skilið kannski en hann er búinn að vera einu sinni í Englandi og þá var hann að stjórna Derby og var algjörlega clueless með gott Derby-lið því ég hef nú gaman af Derby sem er svona milli númer 2 í þessum enska bolta
að þá átt hann bara ekki breyk og hann sem sagt virðist svolítið fara inn í þennan leik allavega eins og ég skildi þetta á þessum svona sem að hafa hann verið að horfa meira á þetta Swansea lið að reyna að fara ofar með liðið og svona reyna að nýta eitthvað meira sóknarmennina en þá hefur hann ekkert hort á Swansea í vetur því að varnarleikur Swansea og aftasta línan þeirra er náttúrulega alveg galinn. Hvernig finnst þér þetta move hjá bara þessum stjóra, fara sem aðstofastjóri Bayern yfir í svona að því virðist vonlaust case, þeir eru í botninu vel eftir jól og vanalega fellur liðið sem er á botninu jólin sko. Aftur segir, sko, ég man alveg eftir þegar hann var ráðinn til Swansea, sko, til Derby fyrir ekki, þá var þetta einmitt svona vonarstjarna sem að menn litu á að væri á einhverjum stað, en hann virðist ekki, allan virðist ekki þarna þá, á þessu þeim tímapunkti vera á því level að geta verið númer 1, sko, og ég hef allavega þess vegna sko þegar þetta gerist þá ég reknaði með Harry Redknapp, Alan Pardew einhverju svona gaur sem að væri búin að bara hringja ekki neitt ég væri bara búin að sanna sig og vissi hvað hann væri að fara út í þarna sýnist mér vera komin maður sem að allar svolítið einhvern veginn að fara þetta á einhverjum svona hugsjónum þann fótbolta sem að hann hefur verið að horfa á síðustu árin og laga það eitthvað til en hann hefur ekki náð að búa það til á þessum örfáu vikur sem hann hefur verið og minna á undan þessum leik tapar fyrir Hull í bikarnum skilst mér þannig að þeir þurfa bara gaur sem að setur í bremsu og að því Steini talaði Sunderland bara ef maður horfir á eða skoði bara öftustu línuna sem hann spilaði þennan leik hjá mig fyrra þá er engi í síðasta leika móti Arsenal og Markmann þá einhvern veginn þetta er ekkert lið sem að getur einhvern veginn kannski verið að stóla mikið á varnarleik en eina leiðin fyrir svona lið held ég að fá stig og Anfield það er bara gera Sunderland og þá eru þeir ekki með held ég stjóran í það þannig að þetta var skrítin ráðning og ég held að eigendur Swansea hreinlega viti ekkert hvað þeir eru að gera. Já, maður er meira að spá í stjóranum en strákar, ég treysti því að það verði 3 hásir hérna í næsta podcast á þriðjudaginn og vel þreyttir eftir góða sigurhelgi í Liverpool-borg. Og óska ykkur bara góðra ferðar og ferðalöngum öllum og þakka fyrir í kvöld. Sömuleiðis.